Hey folks, velkomin í flæðiskerið með Rökkva. Ég komin hérna aftur frá Svíþjóð og Jóa og hjá okkur í dag verður Atli Sigurjónsson sem kvikmyndagerðarmaður sem að læra kvikmyndagerð út í Austin, Texas af öllum stöðum. Má maður þá ekki bara bjóða þig velkomin með því að segja America, fuck yeah. Yeah. Hvernig að vera út í Texas? Það er heitt. Já. Það er mjög heittar, allt árið. Og feitt. Já, sumurinn allavega, þegar ég mætti þarna í fyrra sko í ágúst, það var svona 37-38 stig bara fyrstu vikuna. Já, það er fjandi mikið, því að í rauninni er það þannig að líkamshitinn okkar er 37 og við búum til hita. Þannig að ef að hitinn fyrir utan er 37, þá þú veist verður það hræðilegt fyrir okkur, því að þá getum við ekki kælt okkur nema með að svitna og drekka og svitna og drekka sko. Það drakk alveg ótæpilega mikið vatn þarna fyrstu vikunar. Já, og svo ætti að kaupa það í flöskum líka, er það ekki? Það er ekki hægt að drekka úr krana eða? Það er alveg að drekka úr krana, það er best að setja bara í kælinn, því kaldar sem er, því betur bragðast það. Já, þetta er oft nefnilega úti í útlöndum að þá er oft bara ódrykkjar hæft vatn úr grunum, þannig að maður er kannski bara heppinn þegar það er í lagi. Já, Bandaríkin held í séu skára mörg önnur lönd og líka svona ákveðnir hlutar Bandaríkina. Ég var í Spánum daginn og þar var vatnið úr krananum viðbjóðslegt. Já. Ég var einmitt að koma frá Svíþjóð og það er svona, hugsa maður sko, af hverju bý ég hérna á Íslandi þegar það er svona hlýtt og frábært hérna, en þú veist, þetta er svona einum og mikið að því góða. Já, hvað áttu við þá? Það er svona þegar það er 37 stig að hiti dag eftir dag. Jú, en sem betur fyrir ekki allt árið þannig, þetta eru bara nokkur 2-3 mánuðir. Það sem er samt gott hérna á Íslandi er að það er næstum engar pöddur sem að bíta mann. Já. Eða sjúgur mann í blóð eða þú veist, eitthvað svona. Þess meira sér Svíþjóð þá eru blóðsugur í vötnum að það er svona ógeðslega orma svona blútígel heitir það sem að sígur úr manni blóð sem að nota svona miðöldum fyrir lækningar. Já, ég hef verið bitur svolítið mikið að núti sko. Já. Sérstaklega á fótunum, ef maður er að labba í grasi og á sandölum þá koma maurarnir og bíta mann alveg grimt. Já, það kom mér óvart að svona lítið kvikindi getur raunverulega meitt mann, að það kom eitthvað svo rauðir, maður sér kjálkan og svona ganga fram og tilbaka, bíti í tannamanni og maður er bara svona, af hverju að þessu? Þú getur ekki drepið mig eða reykja mig í burtu, þú ert bara meiða mig og ég hafa bara eftir að drepa þig fyrir þetta. Maður er svona bara, af hverju að þessu fíbl? Hættu þessu. Þeir eru bara að næra sig sko, einhverju verið að nærast á. Ég held þessi að reyna að reka mann burtu þegar maður er að stíga eitthvað, það er svona ekki alveg. Maður á þeirra törf, eins og það kallast. Ég myndi halda að vera hættulegt fyrir maura að nærast á tánum og rökkva. Já, þeir veit ekki hvað þær eru búnar að vera. Nei, nákvæmlega, það er málið. En byrjum bara pínu á byrjunni. Hvernig þú fékkst áhuga á kvikmyndagerð? Já, sko ég hef alltaf elskað bíómyndir bara síðan ég mann eftir mér. Þú veist, þegar ég var lítill, þá var ég ekkert að horfa, ég horfði alveg á teiknimyndir, en ég vil líka horfa á Beverly Hills Cop og Ghostbusters og Back to the Future og þú veist, ég á 3 eldri systkini, þau voru mjög duglega að taka upp allt sem var í sjónvarpinu. Já. Svo var ég bara að horfa á þessar myndir aftur og aftur. Já, þetta eru myndir frá minna sko líka, Ghostbusters og svona, og svo var manni kannski bannað að horfa á það þegar það væri hræðilegt. Og maður sá þetta síðan kannski miklu eldri og bara býttu, þetta var einhver sigurpúða kall sem þið sprengt og breyttist í sigurleðju og þetta var hræðilegt eitthvað, maður mátti ekki horfa á þetta og maður bara, býttu, þú veist, ég var búin að halda þetta væri hryllingsmynd allæfi. Ólu voru fórhundar þínir eitthvað viðkvæmur. Já, ég misti af þessari mynd, þau voru ekkert að horfa á hana, einhver systkin mín og frændsyskin og sögðu mér ekki væri og horfði á hana, menn ég sá ekki af því að hún var draugamynd, ég mátti ekki horfa á hana. Og ég sá í endan bara að einhver draugur hafi, þú veist, farið einhvern veginn og dreifst út allt í einhverja klessur og vissi ekki að hefði verið einhver sigurpúða katt sem við sprengt og bara hugsaði, vá ég mista örugglega bara mestu aksjónsönu allra tíma og svo sá ég þetta þegar ég var eldri ég bara svona, nei, þetta var grínmynd sem sagt. Já. Þetta er svona eina af þessum myndum á æskumann sem er elst vel, því það er alls konar drast sem að fíla þessa krakki, einhver svona Van Damme myndir og Pauly Shore myndir. Ghostbusters er ennþá góð. Já, ef þú veist hún er grínmynd og ætlar ekki að sjá eitthvað hryllingsaksjón, þá er hún ennþá skemmtileg. Nákvæmlega, hún er mjög fyndin sko. En þetta er svolítið oft þannig að svona eldri systkini manns koma í gírinn. Já. Og eins og þú veist þegar ég var krakki þá eru 80s, þú veist það er 9. áratugurinn í gangi og ég er náttúrulega ekki eitthvað farandi diskotek þá, ég er krakki. En systkin mín hlustu á svona tónlist, þannig að þá er þetta einhvern veginn tónlistin sem ég man best eftir. Þetta er svona, þegar ég fæ Alzheimer þá ég eftir að gleyma frá svona 10. áratugnum ljóðum þaðan en ég eftir að muna sko Wake Me Up fyrir Go-Go eða eitthvað. Þá fer ég að dilla mér skiljur þegar ég er hættur að kunna tala en einhver spila Wake Me Up fyrir Go-Go þá eftir ég að dilla mér og syngja mér sko á öllu heimilinu. Ég er einmitt fættur í alltaf 90s tónlist var svona meira mitt. Já. En svona þökk sé eldri systkinum mínum þá er eiginlega meira fyrir 80s sko. Já. Já. Þannig að maður drekkur í leysi þar sem að
svona þeir sem aðeins eldri eru að hlusta á þeim tíma þegar maður yngri. Já, veist, ég svo að pop-tónlistin frá 80s eða sem ég fíla, en góða tónlistin frá 90s. Svona þegar ég fór sjálfur að pæla í tónlist eitthvað að viti, sko, Radiohead. 90s kom með miklu betri tónlist í rauninni en það var ekki pop-tónlistin. Sko, pop-tónlistin á þessum áratugi byrja með einhverju hatta við einhverju svona ógeðslegu drasli og einhverju svona techno-hip-hopi, en það komu samt í rauninni einhverju svona episkustu lög allra tíma, komu á þessa 10. áratugnum, það Depeche Mode og Massive Attack og svona Portishead og svona hljómsveitir sem að gera í rauninni miklu betri tónlist en var almennt á áratugnum áður. Á Radiohead og Soundgarden og Britpopið, ég mikill Britpop maður. En þannig að þú varst svona rosalega kvikmyndanörd þegar þú varst lítill, þannig að fórstu þá strax að hugsa til að búa til myndir? Já, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerðist, en sko bróður minn, 10 árum eldri ég, hann líka kvikmyndagerðarmaður og hann átti risastórt safn af AFS-myndum og hann hafði svolítið áhrif á mig, var herbygginu við hliðina mér og ég fór að gangi safnið hans þegar voru aðeins eldri, fór að horfa á Scarface og Godfather og eitthvað svona. Þegar ég var svona 10, 11, 12 ára og þá fór ég held ég að byrja svona að hugsa, kannski vil ég gera bíómyndir. Náður einhverjum klámsbólum frá honum einhvern tímann? Það gerðist örugglega, ég vil svo sem ekki fara annar eftir það. Persónulegt mál. Þetta bara fyrsta sem ég dætti í heldur bróðið með vídeosafn einhvern veginn. Það er svo skemmtilega til að bróður minn skrifaði fyrir undirtóna tímabili og þá meðal annars gagnrýndan klámmyndir þegar þau voru í því. Já. Það er alveg sko vængrúta fyrir sig að nenna því að gagnrýna klámmyndir, skilur, því að það að gera væntingar til þess að þær eiga að vera góðar kannski bara svona svolítið ruggla út af fyrir þig. Já, þetta eitthvað sem ekkert gúttera í dag held ég sko, þetta var svona meiri gúttera fyrir 20 ára. Nei, þetta svolítið svona leifar feðraveldisins eða má kalla það að hvað það kallað, að sem sagt normalisera klám. Já. En það sé bara hlutur af lífinu og eðlilegt. Já, hannig. Já. Þannig að við skulum hætta að við fáum einhverjar brjálaðar hringingar frá feministum hérna að tala um það. Það ættum að tala um klám, það er ógeðslegt. Já, það er skaðsamli og niðurlægjandi og svona, nema þessi eftir Óli Söltoft, það var aðeinslegt. Þannig að ljúkum þessu klám á þeim nótum. Já, við vorum komin í því að það að þú varst að stelast í þessar myndir sem þú máttur örugglega ekki vera að horfa á, þetta eru svona morð og ofbeldi og já, vera 11 ára að horfa Scarface sko, ég veit ekki alveg. Það fer örugglega ekkert vel með æskulegum mann sko. Nei, eða kannski bara herðir það mann, sýnir manni bara þetta ljótu veröld og þú veist, það verða bara snemma. Ég held nú samt að krakkar hafa alveg, þó að krakkar geta orðið pínur hrætt þegar þú horfa á myndir, þau hafa nokkuð gott skyn fyrir því hvað er raunveruleiki og hvað er bara skáldskapur. Já, ég held ég hef vel haft það á þessu tíma sko, ég átti að mæla að þetta væri ekki gott og þú veist, þetta væri bara skáldskapur og ég ætla ekki að vera að gera þetta sko. Þetta er svo langt frá okkar heimi líka, þú veist, það er kannski ef einhver sem að við höldum upp á, þú myndir sjá kannski stórbróðurinn lemja einhvern eitthvað út í bæið eitthvað og þú veist, og allir myndir hrósa honum fyrir það, þá myndir það kannski svona síðast en já, ofbeldi gott. En ef þú horfir á Scarface og eitthvað kalla mig velbísar og skjótgóðan, þetta er svo langt frá okkar raunveruleika að við tengjum ekkert hvað við eigum að gera eða þú veist, hvernig við eigum að heiða okkur út frá þessari mynd, þetta er bara eins og James Bond. Menningunni held ég líka. Þú veist, ef þú ert að búa í einhverju landi þar sem er stríð í gangi, þá finnst þetta kannski bara allt í lagi, þú veist. Þetta er bara þín veröld. Já, það finnst þetta ekki allt í lagi ef þú hefur lent í líði. Þú veist hvað við? Vanur þessu. Það sem ég hef heyrt, sem ég veist merkilegt, er eins og með lönd sem eru virkilega fátæk og eiga vandamálum, eins og Indland, að þau nenna engan veginn að horfa á einhverjum stríðs og hasars og dramamyndir, þau vilja bara horfa á eitthvað svona Disney, svona Bollywood eitthvað þar sem allir eru dansandi og syngjandi og glaðir, af því að þú veist, þau hafa eymd og fátækt allan dag og þau nenna ekkert að horfa á, eins og við myndum kannski horfa á myndum einhverja, þú veist, vandræða fjölskyldu sem á mjög erfitt og eitthvað, þú veist, og bara dregin að einhverju svona hræðilegu drama og eitthvað einhverju þannig. Og ef Indir að gera hasamyndir þá eru það gjörsamlega fáránlegar sko. Ég ætla að sá eina Bollywoodmynd sem var full af söngaðatriðum en hún er líka með hasaðatriðum svo var það bara með því fáránlegasta sem ég hef séð sko. Það voru 100 vélmenni sem svona breyttu sér risastóra kúlu og voru að skjóti allar áttir og voru svo að rúlla í hringi um alla Bombay eða hvað sem þetta gerðist. Já, ég held ég hef séð brot úr þessari mynd. Já, þetta eru YouTube þessi klippa sko. Og í gamalli Bollywoodmynd þá er eitthvað sem að glímir við tígristir einhvern tímann og þá náttúrulega eiginlega bara verður maður að flissa sko. Því að þú glímir ekkert við tígristi sko, nema hérna bara þú lifir það ekkert af. Ég sá einu svona skemmtileg myndband það sem var að sína svona hvernig tæknin í Bollywoodmyndum er gerð, hún er mjög ódýr og það var svona fólk sem satt í bíl og svo svona tré sem voru náttúrulega þú veist á leiðinni. Já.
það var bara fólk sem gekk með plöntur í pottum sem að hreyfðu sig. Það er ekkert green screen. Þetta atvinnuskapandi, það verður ekki bara einhvern skjá þarna sem tekur vinnuna af þessu góða fólki sem tilbúið til þess að leggja hart á sig. Kannski við ættum að gera það sama fyrir fólk sem atvinnulaust á Íslandi, bara human green screen. Við getum auglýst bara eftir fólki sem vill leika tré, hlaupa með plöntur. Já, svo voru 2 menn aftan að hrista bílinn og svo var hann með opið gluggan og arminn svona hendina svona út í gluggan og hann með svona sítt hár og svo var annar með svona bók að veifa sko, þannig að vindurinn fari í hárið á hann. Myndur flaksast, Já, þannig að það var svona alveg rosalega útgera tæknibellur sko. Já, það er líka sem að eins og þessar klassísku gömlu Bollywood myndir höfðu oft að þær hefðu ekki mikla tækni en þú gast hérna hópsennur með 1000 manns kannski að dansa því að launakostnaður myndi vera í rauninni allt og hár á Vesturlöndum en þarna ertu bara með 1000 manns að dansa ykkur í dansinu, það eru brjáluð sem sagt samhæfum kóreógrafi í gamlu Bollywood myndinum. Já. Og ég heyri mjög góða lýsingar leikstjóri frá Hong Kong sem heitir John Woo sem kannski kannast þið, gerir myndir eins og Face Off. Hér er brjálaða skotbardagamyndir. Og myndir í Hong Kong eins og The Killer sem er bara 2 tímar skotbardum og þegar hann kom til Hollywood þá lýst hann munum á Hong Kong og Hollywood sko. Í Hong Kong þá er einn maður að gera 10 hluti. Já. Í Hollywood þá er manni borgað fyrir að snýta þér. Já, akkurat. Það er allt svo sérhæft og allt svo safe hann í Hollywood sko. Já, við tölum einu sinni við annan kvikmyndagerðarmann Ragnar Hansson í þættinum að af því að hann var einmitt að tala að á Íslandi þá þarftu meira að gera allt sjálfur af því að þú ert ekkert með það mikla peninga og það er kannski ekki það margir sérfræðingar í öllum mögulegum hlutum á Íslandi vegna smæðar og ég spurði hann hvort það var ekki viss kostur sko að kunna allt og hann sagði þú veist, jú, það er kostur kannski að kunna allt og hafa yfirsýn yfir allt en það er ekki kostur ef þú þarft að gera það allt í einu því þá missur yfirsýnina og þú veist, þá líka missur þess að gagnrýni að ef það er einn kannski sem tekur upp og það er annar sem klippir þá segir hann kannski bara þetta var ömlega taka hjá þér við þurfum að taka hann út eða eitthvað en ef þú klippir sem tókst upp sjálfur þá ertu kannski meira ánæður með það því þú gerðir það og hendur ekki út því sem það er að henda út og svoleiðis. Já, maður svona elskar börnin sín eins og maður kallast. Hefur upplifað þetta í kvikmyndagerð? Já, ég var eins og bara í skólanum úti sko, þá er maður að gera þetta, maður leikstýrir mynd, maður skrifar hana og maður klippar hana sjálfur og svo maður kannski sína fyrsta klipp í tíma og maður bara, já þetta var heldur flott og svo kom allir bara, nei þetta virkar ekki og þá eitthvað svona klikkar eitthvað hausnáminn, já veistu það er rétt hjá ykkur, þetta virkar ekki, ég ætla að klippa þetta út. Já, það er stundum sem að bara í manns eigin heimir eitthvað eðslega flott og svo bara af einhverjum ástæðum finnst engum öðrum það flott og þá allt inn fattur bara, já það hlýtur til að bara vera ömurlegt. Stundum er maður smá tíma að sætta þessi við það sko, en ég vil sætta þessi með við endanum. Þá náttúrulega minnir það mig á klassistætrið sem þú þekkir vantanlega sem er úr mynd eftir Norman Mailer sem heitir Tough Guys Don't Dance það sem, og þetta er frægt á internetinu það er maður sem að les bréfum að konan sé að halda fram hjá hann með einhverjum öðrum manni sem hann þekkir og hann lítur svona upp og segir bara svona oh man, oh god, oh man alveg bara, oh maður, þú veist, maður lifandi guð minn góður, maður lifandi guð minn góður maður lifandi guð minn góður, bara aftur og snýst hringi og eitthvað á ströndinni. Já, á ströndinni og þið getur fundið þetta á internetinu með því að leita the worst line reading ever eða oh god, oh man og sem sagt leikarinn í þessu var stjörnuleikari sem var svona aðeins á niðurleið og hann sem sagt Ryan O'Neill og hann var svo reiður, hann bara takkt þetta út, gerði það takkt þetta út og allir bara örguðist í Norman Mailer, takkt þetta út, þetta er ömulegt bara hljóðmennir allir og hann bara nei, mér finnst þetta að setja eitthvað inn í myndina sem að myndin þarf að hafa og hérna eitthvað til í því. Já, og svo er núna myndin eða gleymd og grafin nema bara fyrir utan þetta atriði, þessi mynd var fræg bara út á þetta atriði af því það er svo rétt og hattarslegt og svo Ryan O'Neill fyrirgaf leikstjórunum aldrei fyrir að hafa haft þetta inn í og kallaði hann drullusokk og leikstjórunum sagði ég eiginlega get ekki verið reiður út í hann fyrir að kalla mig drullusokk því að ég eiginlega hafa hann bara rétt fyrir sér en þetta er svona dæmi með einn mann sem fannst eitthvað æðislegt sem að engum öðrum fannst dott en hann ákvað bara, ég ætla að hafa þetta ég veit betur heldur en allir aðrir ég er virtur rithöfundur já, ég virtur rithöfundur ég veit hvað fyrst virtur rithöfundur þetta er eina myndir sem er leikstýri sko sýnir að hann eftir bara að halda sig við að skrifa bækur sko já, nákvæmlega hefur þú séð þessa mynd í heilsinni? Ég hef séð þessa mynd í heilsinni, hún var sýnd á RÚV einhvern tímann og ég og stórsystir mín horfðum á hana og gátum ekki hægt að horfa því við bara vildum vita hvað þetta rugl endaði rosalegt sko. Þetta er mjög furðu mynd og þýðingin á hann var líka aðeinslega sko. Tough Guys Don't Dance, þýtt sem hörkutól, stíð ekki dans alltaf svona gullaldar íslenska á öllu það er mér finnst alveg ágætt að sko titlar séu þýttir en þeir þýttir alltaf svo asnalega á Íslandi já, mjög oft mjög skringileg árátta sko oft líka bara, veist ekki hvað þú veist, eitthvað að heita þá heitir annarkvort á bláþræði eða á ystu nöf já
bara það rasarmynd, hún heitir á ystunef eða á bláþræði. Já, þeir eru með eitthvað svona lista bara. Og svo þegar ef við að nefna stað í einhverjum útlandum bíómyndum sko, að þá tekur svo sem textar myndina, hann tekur alltaf eitthvað svæði hérna á Íslandi sem líkist hinnu svona einhvern veginn svona í augum okkar sko. Í Detroit því sem Akureyri. Já, einmitt eitthvað svoleiðis sko. Eitthvað, hell before high noon, það er eitthvað, hasar á Hólmavík. Já, hasar á Hólmavík sko. Þetta verður mjög aðstæðanlegt og skrítið sko, þannig að ég held að þeir sem er að texta myndir ætti að hafa þetta í huga að bara segja hvað staðið heita. Já. Það er kannski einhverju gamla í kallar sem vilja viðhalda málinu. Já, það versta var náttúrulega Siglufjarðar prentsmiðja sem þýddi hasarblöð. Já, Superman. Já, fyrir utan eðlisfræði hugtökin sem þekkt ekki og eitthvað svona bara nöfnin á köllunum og svona frasar eins og þegar þú segir way to go þá var það náttúrulega hrós en þeir töluðu alltaf leið til að fara ég bara, hvert þeir að fara, hvað leiðir þeir að tala um ég kunni ekki ensku þegar ég las þetta og svo lærði ég ensku út í Bandaríkjum og las þau aftur og bara svo, já, ok þetta var það sem þeir að segja í alveg Var ekki sami gauri sem gaf þetta út og þýddi þetta? Það getur vel verið það var svona fullt af hlutum eins og svona go sem þýðir svona áfram en þá var hann að segja farðu bara af hverju hann sé hann að fara þeir eru að hlaupa eitthvað saman þú veist, vill hann ekki hafa hann með sér Já, einmitt þetta nefnilega sko þetta vill alltaf koma klöl út og það náttúrulega ekki gott sko Nei ekki fyrir menn sem að kannski skilja ekki hittmáli sko Það frækt hann að criminal intent glæpsamlegur ásetningur en eitthvað þýtti það sem glæpamaður í tjaldi Já, það var einmitt þýðingin sko Það mjög spennandi að búa til þætti glæpamenn í tjöldum Já Ég myndi horfa það Glæpamaðurinn í tjaldinu Já, þeir að tekið þetta bara beint að Google Translate Já, sem sagt hefur þú lent í einhverju svona menningar rugli þarna út í Texas, einhverju svona menningar misskýringi Ekki svo mikið sko, maður svona alin upp á bandarísku bíó og sjónvarpa maður þekkir þetta allt sko Ég nefndi eins og að mismæla mig Ég ætlaði að segja diagram sem þýðir svona teikning Ég sagði diaphragm sem þýðir svona hetta svona sem konur nota svona getnaðvörn og svo strax fatt, nei býtu, þetta er eitthvað vitlaust Nei, það er náttúrulega fyrir Íslendinga þá yfirleitt kunna Íslendingar svo góða ensku núorðið og eru búin að horfa svo mikið af bandarískri menningu að veist, við þekkjum þeirra menningu semmilega vel sko, þó þeir þekki okkar kannski ekki eitthvað rosalega Við erum mjög amerísk sko ég segja að Ísland sé bara 50% amerísk menning og 50% európsk Já, við erum miklu amerískari heldur en þú veist, aðrar Norrlandi þjóðir ekki spurning sko sem ennin ástæðan kannski fyrir okkur ég ætti að flytja til Svíþjóðar hvað að hugsa að búa hérna heima En já, hvað ertu að læra núna nákvæmlega? Sko, þetta sem sagt mastersnám og heitir MFA í Film Production Þannig að maður Kvikmyndaframleiðsla þú veist, það nafnið á náminu þó maður fer yfir alla hliðar kvikmynda að gera sko. það maður tekur námskeið í klippingu, námskeið í myndu tekur námskeið í hljóðvinnslu, kvikmyndasögu maður gerir heimildamyndir og leiknamyndir en svo samt aðal áherslan á leikstjórn sko. maður gerir eina mynd að hverju ári sjálfur þetta 2 á fyrsta árinu, heimildamynd og leiknamynd og síðan velum maður sko áður á 3. árið, maður gerir einu mynd ári hvort maður gerir heimildamynd og leiknamynd eða 2 heimildamindir eða 2 leiknamyndir þannig að maður getur svolítið stjórnaði sko hvort maður ætla að leggja áherslu á heimildamindir eða leiknamyndir og maður fær að prófa bæði Þú ert búin með 1 árið það ekki? Jú. Þannig að þú fær núna kannski ákveða þig Já, ég alveg búin að ákveða mig sko ég ætla að gera leiknamynd allavega næsta ári sko og að vinna handriti núna í sumar En ekkert svona hvað maður að segja þú ert ekkert eitthvað órólegur með það hvort þú fór vinnu í þessu eða eitthvað svoleiðis Jú, maður alltaf, þú veist það kvikmyndabransi breytir svo hratt það svo, þú veist, það erfiðar að fá fjármagn sko, því að svona litlar independent myndir græða miklu minna en stóra Hollywood myndir þó ekki sé þú veist, Pirate Bay og svona og maður alveg sjá ekki segur að ná í myndir á Pirate Bay sko einhverstaðar sá ég sko að fjármagninu væri 95% vinnan og hitt restin væri bara 5% Já, það eitthvað til í því það samt svona leiðilegt viðhorf og lítið á þrá að maður eigi mest allir tíma sem við komum að gera redda einhverju peningum frekar að fá eitthvað annan til að sjá það til þessu framleiðendur sko það talað til vísindum að einhverju leiti líka kannski ekki þetta 95% hlutfall en að þú veist vísindamenn þurfa að eyða öllum sínum tíma í að sníkja peninga frekar að rannsaka og það kannski svolítið svipað maður þarf að lifa á þessu En hefur eitthvað kynnt þér í rauninni mér svolítið áhugavert að núna sér maður alltaf meira og meira af einhverju svona sem það kallað crowdfunding þar sem að þú í rauninni færð bara peninga frá aðdáendum fyrirfram til þess að gera myndir þú ert með Carolina Fund eða GoFundMe eða Kickstarter eitthvað
það sem að þú setur eitthvað markmið og segir, ég ætla að búa til þessa bíómynd fyrir þar þennan pening og ef ég fæ hann ekki þá verður hún ekki gerð en ef að ég fæ hann þá fá allir sem gaf mig pening eitthvað fyrir staðinn. Hefur kynntir þetta eitthvað? Já, ég mun klálega að nota þetta sko, ég meiri í skólanum því að skólanum sko, maður fær græjur og samvinnumyndumanns vinna á settinu, maður það samt alltaf einhverjum pening sko, þetta þú veist, maður þarf að fá, kannski maður að taka upp á einhver ákveðnum stað og það þarf að borga leyfi, maður kannski, sumir leikarar til að leika frítt, aðrir ekki, maður þarf að borga fyrir mat, þannig að maður þarf svolítið sjálfur sko að redda pening, þannig að ég mun líklega þurfa að gera Kickstarter eða eitthvað svoleiðis fyrir myndina sem ég er að gera næsta ári. Þetta var kannski ekki einhver rosa uppæð, þú veist, $500, $1,000 eitthvað en þannig að þetta svolítið svona, Bandaríkin náttúrulega mjög svona kapitalist land, þannig að maður þurfa að sjá fyrir sig sjálfur sko. En það náttúrulega líka svolítið þannig að ef þú ætlar að spara pening þá þarftu kannski bara eða þeiminn meiri vinnu í að vera snjall að finna eitthvað sem ókeypis. Nákvæmlega. Og stundum sparar ekkert pening með því heldur því þú getur verið að eyða miklum tími í það eða enda á því að það kosti þig. Eins og þú ætlar að fara á einhvern stað sem ókeypis að taka upp en þá þarftu kannski að komast þangað og flytja græjurnar og þú sparar ekkert alltaf pening með því að tími ekki að borga pening. Nei, þetta svolítið, maður lærir líka, þetta náttúrulega það sem framleiðandi gerir en þú veist, leikstjórinn gerir jafn mikið að ég framleiða og framleiðendur oft og ég rosa mikið að læra þetta mitt í skólanum bara, maður bara svona að redda sér og finna leiði til að redda sér og brennir sér kannski á okkur mistökum og lærir að þeim og gerir þau ekki á næstu mynd. Þetta líka væntanlega svona fag það sem að þú í rauninni verður að hafa ástríðu fyrir því, því annars bara í rauninni gefst upp á öllu vesinu. Það rétt sko, ég minna, þetta svo mikið vesen, maður fer ekki að harka í þetta en maður virkilega vilja gera þetta sko, þetta það sem virkilega langar að gera og ég vilja gera þetta sem ég var krakki, þannig að maður bara býtur í öxlinn, þá getur eitthvað gerist. Einmitt. Hvað væri svona samt þitt draumaverkefni í rauninni ef þú mættir velja þér, bara hvað sem er? Ég langar bara að gera mínir ein myndir eftir mínu ein handritum og það náttúrulega, ég kannski ekki að fara núna út í það að lýsa ykkur smáatriðum einhverjum hugmyndir sem ég er með, mér langar að gera til dæmis það sem kalla svona post-apocalyptic mynd svona eftir heimsstyrjöldina ekki heimsstyrjöldina, eftir svona heimsendi en þetta er ekki að segja heimsendir því heimurinn er ennþá til, hann er bara allir í rústi. Já, þetta er svolítið vinsælt þema einhvern veginn eftir að heimurinn er búin að fara til fjandans eftir sjúkdóma eða kjarnorkustríð eða eitthvað og svona allt er ömulegt, þetta er svona sem Mad Max 2 svolítið. Ég væri til að gera þannig mynd sem gerist sko á Íslandi. Hún væri rauninni kannski ekki mikið hasamynd, heldur væri svona menn að díla bara við svona hversdagslega hluti og bara svona shit, ég er ekki með neitt internet. Hvernig finn ég þetta, þú veist? Menn er kannski bara að rökræða og reyna að muna betur hver söng þetta lag, hver skrifaði þessa bók? Ég get ekki flettið upp. Maður bara fara að bókasafnið eitthvað, það er ekki brunnið. Já, það væri kannski svolítið gaman að búa til svona sögu einmitt hvernig mannkynssagan er búin að rugglast þegar að eitthvað svona er búið að gerast. Já. Þegar menn misminnir eitthvað, þú veist, rugglaði nöfnum með eitthvað á fólki og í sögunni og hvað hefði gerst og eitthvað svona. Já, nákvæmlega, menn halda að Abraham Lincoln hafi fæðst á vitleysu öld eða Jón Sigurðsson eða eitthvað. Já, eða halda bara eitthvað að, þú veist, við séum komin einhvers staðar annars staðar frá heldur en bara frá, þú veist, norskum vikingum eða eitthvað svoleiðis, bara miskilja sögun einhvern veginn. Sagan hefði byrjað í Bandaríkjunum og frummaðurinn hefði eitthvað svoleiðis, já, einmitt. En þeir hlusta á Flæðiskeri útvarpi sögu, það er komið auglýsingu hjá okkur og hjá okkur situr Atli Sigurjónsson, kvikmyndagerðarmaður og kvikmyndagerðarnemi og Rökkvi Viðsteinsson með okkur hér líka, Jóhann Kristján heiti ég og við ætlum að fara í auglýsingar og koma svo eftir smá stund aftur. Led Zeppelin og Himnastín, Stairway to Heaven, svo í íslenskum þetta þá heitir þetta Himnastín, en Flæðiskeri útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Viðsteinsson og gestur okkar, Atli Sigurjónsson, kvikmyndagerðarmaður og kvikmyndagerðarnemi og hann hefur verið að dunda sér í Texas við kvikmyndagerð. Gaman að heyra þann sögu í því. En er það ekki samt svolítið þannig að því að við höfum náttúrulega þessa mynd af Texas að séu ekki nema einhverju svona, þú veist, kúrikar sem að, þú veist, kjósa Trump og eru með, þú veist, byssur í öllum vössum og eitthvað svona. Er ekki Austin, Texas svolítið svona vín í eyðimörkin, ef maður segja svolítið svona öðruvísi? Jú, menningarlegri. Það er sem ég segja, sko, ég er ekkert mikið farið út fyrir Austin, sko, þannig ég er svo sem ekkert beina reynsla af restina Texas, maður hefur bara þessa ímynd frá bíómyndum, þetta séu bara einhverju kúrikar sem kjósa Trump og þú veist bara eins og þú segir og bara mjög íhaldsamt og þröngtsýnt lið, en ég held að það sé svona meira smábæðinni, sko, ég held að sé alveg í svo Dallas og Houston, það er alveg meira svona eins vísarna fólki, en Austin er vist bara svona langvísinasta, þú veist, þetta er svona þess að kalla svona red state, svona republikana fylki, en Austin er svona bláborg
svona meira demokrata sko. Svona öll demokrata atkvæðin koma þaðan. Já, þú veist, allir ég held að þetta hafi bara þróast yfir að vera eitthvað svona hippabær í gamla dag, bara allir listamennir hipparnir í Texas bara fóruð þangað og svo einhvern veginn smá saman kom allir hipsterarnir og þetta bara orðið rosa mikið svona hipsterabær sko. Þannig að þarna er allir mjög svona viðsýnni og opnari að þú veist, þykjast vera það og það er mikið listasinnar þarna, það er sem sagt, þetta hefur verið kallað a live music capital of the world, það er sem sagt svo borg í heiminu sem er með hvað mesta svona live músík sko, það eru bara mikið á tónlingum og mikið tónlist að sena þarna og það eru fullt af svona startup fyrirtækjum sem eru búin að koma sér fyrir þarna og mikið af, þú veist, góðum mat og margir kvikmynda gera menn sem bara búa þarna og svo, þú veist, Robert Rodriguez sem er kannski kannast við fyrir Sin City og Desperado, veist, hann er með sitt fyrirtæki þarna og býr þarna. Hvernig er einmitt matamenningin hann úti? Það er mjög mikið tacos, þetta er náttúrulega nálægt Mexíkó, ég ætla 30% Austin séu spænskumælandi, ef maður fer í strætó og það er kannski næsta stopp, þetta 5 mínútur, þá er það bæði ensku og spænsku. Þannig að allt morandi svona taco stöðum, en svo líka allt morandi, það sem heitir Texas, í barbecue stöðum. Já, það verður náttúrulega að vera. Þetta er náttúrulega svona góð blanda svona af þessu típiska Texas og svona einhverju svona frjálsendari opnari place svona eins og San Francisco eða eitthvað. Já, það er náttúrulega eitt líka með það ef þú ert með svona umburðarlindara svæði þá líka er auðveldara að vera öðruvísi og þá færðu miklu betri listasinu ef allir eru í rauninni íhaldsamir og allir vilja vera eins og allir, þú veist, eru bara svona hefðbundi fólk með það sem er hefðbundin gild á því svæði að þá færðu ekkit alla þessa sköpun og það er náttúrulega annað með að ef þú ert til dæmis í rauninni með svona grimd og fyrirlitningar hvort hommum, þá vilja þeir náttúrulega ekki vera þarna og það er náttúrulega bara augljóst að ef þú ert með hommana, þá higguru listaheimin í rauninni því að þetta eru mjög oft, þú veist, einhverju svona listarinn menn, þeir hommar eru mjög oft 2 saman, eiga engin börn þú veist, og eru báðir oft með að því það er viss mismunum náttúrulega launamarkaði, þannig að þeir eru báðir með háar tekjur, þannig að oft er það svona hommar setja svolítið svona pening inn í hagkerfið og listræna og þeir eru mikið á kaffihúsum og þeir, þú veist, hafa áhuga á listum, þeir eru oft, þú veist, í förðun og þessi dóti. Þannig að svona, svo ég spreið mínum svona jákvæðu homma fordómum. Jákvæði fordómar, það er allt skemmtilegt. Jákvæði fordómar. Svo er líka góð, svo kannski fyrir þér og eitthvað, svona góð uppistand, svo grínsena, það líka, þannig að þú ættir að koma þangað og það er allavega mikið af svona stöðum og börum sem eru bara með reglulega svona kvöld og skemmtanir og þú veist, eitt staður sem að heitir nú stólum við hvað hann heitir, hann er allavega með eitthvað svona ákveðin hóp sem er bara með svona ákveði akt bara 2-3 í viku og búin að vera alveg í 10 ár svona frægur grínasta hópur svona innan Texas og það er, þannig að það er mikil grínsena þarna sko. Já, það er náttúrulega líka drepu grín pínu ef allir eru alveg með prikk upp í boruna á sér sko með það hefðbundin gildi, mátt ekki gera grína þessu og eitthvað svona og mátt ekki guðlasta og mátt ekki vera með dónaorbrað og eitthvað svona, þá náttúrulega drepur þú svolítið sko sköpununa í gríni. Nákvæmlega, það er að mennur aðeins opnari fyrir svoleiðis í Austin sko. Já. Þannig þetta er mjög opið samfélag og þetta er svona kannski bara mjög hentugt fyrir hinn típiska Evrópubúa að koma. Já, þetta er alveg svona vissu leiti pingu európsk borg sko, svona, þetta er rosa mikið Ameríka, þú veist, þú sér hann er allt er stært, allt er risastórt, það er það sem menn tala oft í Texas, everything's bigger in Texas sko, og það alveg, ég hef alveg séð það sko, það er allt risastórt þarna, finn fyrir því hvað Reykjavík er rauninni lítill, búandi þarna. Já, maður þarf nú ekki að fara langt til að finna það, þess að núna labbaði ég fram í húsdýragarðinum og ég hugsaði Kolmorten í Svíþjóð, skilurðu, hvað getur þú sett marga húsdýragarða inn í Kolmorten eða Ölands Djurpark eða þú veist bara hvað sem er þar. Það er flest í göngufæri í Reykjavík en í Austin sem er stór borg en ekki stærsta borgin í Bandaríkjunum það er flest ekki í göngufæri það er að taka stræt og eins og ég er ekki á bíl, þetta er alveg bílaborg en þess sem ég er námsmaður sem ég er ekki á bíl þá er ég bara En eitt sem er örugglega minna í Bandaríkjunum er göngufæri af því að fólk er feitara þar þannig að þeir reikna örugglega eitt göngufæri sem talsvert minni vegalengd heldur en Íslendingar. Jú, ég held að sko Austin er með annað við það borg og hún er svona veist einn heilsusamlegasta borgin. Lance Armstrong til dæmis, sá mikli hjólagarpur, hann býr þarna af ástæðu, þarna er mjög mikið af góðum hjólaleiðum og það er allt morandi hjólafólki þarna og skokkurum. Það er líka alveg spikfeitt fólk hérna en þú veist, ég held að það sé minnaði en annar stað sko. Já, ertu að segja að við ættum að senda alla borgarstunum okkur til Texas bara og hafa hana þar? Já. Hví ekki. En segðu okkur aðeins frá því svona hvað þú hefur verið að gera í hvaða myndir þú hefur gert?
kannski frá því þú varst lítill og jafnvel til í dag. Sko, ég man fyrsta myndi sem ég gerði, ég var 12 ára, hún heit Flown Spyro. Flown Spyro, já. Hún var spæjara sem var að leita týndu blómi. Já. Og ég var 12 ára, þetta... Grín útgáfa af Grín Spærasögu. Ég veit ekki alveg hvað ég var að spá, mér fannst þetta bara eitthvað sem fyndi. Augljósvísun í Jón Spyro. Og svo gerði ég fullt af eitthvað svona ruggstuppmyndi þegar ég var svona 12-13 ára. Já. Svo eitthvað tók ég með smá pásu, ég bara svona eitthvað ætti svo mikið rugl, ég ætla aðeins að leifa mér að þroskast smá önni fyrir að... Hvernig að horfa á þetta í dag? Áttu þetta ennþá? Eitthvað þessu til eitthvað staðar, sko, þetta ákveðu Vaffa-S-spólum og svona, maður á ekki Vaffa-S-tæki, ég allavega mann fyrir svona 10 árum, og þetta var sko fyrir 20 ára sem ég gerði þetta, þannig þá hafði ég smá svona fjallað frá þessu, þá leiti vinn minn fá spóluna sem farið þetta yfir á tölvutækt form og horfum á þetta saman og bara, já, þetta er krútlegt, svona besta sem ég getur sagt þetta. En já, svo liði þarna einhver ár og ég var svolítið tíma að finna mig sem svona handritshöfundur, sko. Þannig að það var ekki fyrir ég á svona rúmlega 20 sem ég svona fór að gera eitthvað að viti, sko. Ég byrjaði að gera alltaf tónlistarmyndböndum, svo gerði ég heimildamyndum Rockhátíðina Eistnaflug 2009. Já. Og þessi mynd var eiginlega bara svona metnaðarfullt ástartíðarvídeó, en ég lærði mig mikið af henni og ég horfði á hana aftur nýlega, hún er ennþá alveg bara nokkuð góð finnst mér, sko. Ég held að það var svona fyrsta sem ég gerði sem ég var svona, ég held ég geti gert eitthvað. Ég meina, þarf maður ekki gangi gegnum það að gera fullt af drasli áður en maður gerir eitthvað skítsamlegt og getur þá kannski fara að gera eitthvað gott jafnvel, seinna. Nákvæmlega, maður gerði alveg fullt af drasli og svo bara svona smá saman kom þetta og ég held að þessi heimildamynd hafi verið svona fyrsta ég gerði eitthvað eitt tónlistarvídeó undan sem ég var svona, ég held að þetta sé allt í lagi, ég held að ég geti kannski eitthvað í þessu og þessi heimildamynd var svona stórt skref í áttina frá því, sko. Já, þá sér það að þú getur unni klárað eitthvað verkefni sem er eitthvað viti. Já, nákvæmlega. Og svo hef ég gerði nokkrar stuttmyndir og tónlistarvídeó eftir það og ég var búinn að vera leiðin að fara inn á skóla í mörg ár og svona ýmsum ástæðum, persónulegum og fjárhagslegum, þá fór ég ekki fyrir í fyrra, sko. Og já, nú er ég... Hvað ertu að gera núna þá? Hvað er ég að gera núna? Hvað gerðirðu sem fyrstu myndina í skólanum? Já, sko, fyrst önninni þá tókum við námskeið sem að bara fjallaði heimildarmyndagerð og við áttum öll að gera heimildarmyndir, bara stuttamyndir 10 mínútur kvartir, sko, og við áttum öll að finna bara fyrstu vikunum að kennarinn eiginlega bara áður en við byrjaðum að senda einhver e-mail, bara farið bara að finna eitthvað viðfangsefni, þið þurfum bara að redda ykkur. Það tók mig smá tíma, sko, þú veist, fyrst var ég pæla ykkur einu og svo ykkur öðru og svo var maður alltaf að reyka sig á einhverju lokaðar hurðir eða þetta var bara mikið og svo endanum fann ég mjög skrítið safn. Eina ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara til Austin var að því að Austin er fræg fyrir að vera svona furðuleg borg. Keep Austin Weird er svona slagorðið þeirra. Þá googlaði ég bara eitthvað weird stuff in Austin og þá fann ég þetta safn og þetta safn er bara eitthvað heima í einhverju fólki, einhverju heimahúsi, eitthvað par sem er 2 börn sem reykur þetta er bara svona 1 herbergi á einhverju eldgömlu drasli, þetta er bara draslsafn. Þetta heitir eitthvað Museum of Ephemerata sem er svona fancy orð sem að engin skilur en það þýðir eiginlega bara svona hluti sem að nota reynir svona hendur svo, þú veist pappír utan súkkulaði eða eitthvað álíka og þetta var svo ekki lang afi, þetta lang frændi Gaursins, stofnaði þetta satt uppilega eitthvað 1920 og svo dó hann og allir draslinu var bara hent upp á háloft og svona 50 ára setna fann síðan Gaurinn allt þetta dót á hálofti og bara, heyrðu, ég ætla að enduropna þetta safn. Er þetta ekki meira bara afinn sem nefndi ekki að taka allir í herbygginu og Jú, bara 17 áráttu og okkar bara, þú veist, kannski græða þess að því. Já, einmitt. Og svo þau sjálf fundi einhverja nýja hluti og safnið er byggt þannig upp, þetta er svona, maður fyrir svona tímaferðaleg, þannig að fyrsti parturinn á safninu er svona nokkur 100 ára gamli hlutir og svo fer maður alveg í nútíman, sko. Þá er þið með bara alls konar bara rugl, þeir sko með svona celebrity wing, sko, frægafólki eins og fyrstu söfnin fyrir nokkrum árum þá var alltaf fyrir kóngafólkið og nú eru svona celebs, svona leikarar og söngarar og svona, þeir eru svona kóngafólk nútímans og þá voru þið með eitthvað fyrstu sígarettan sem Marilyn Monroe reykti, neða síðasta sígarettin fyrir sem Marilyn Monroe reykti, maður veit ekki hvort þetta sé alveg hún, sko. Nei, og hár úr Willie Nelson og alls konar svona dót bara, og þú veist, svo voru þið með eitthvað svona uppstoppu dýr og alls konar bara svona drasl geimtinn í krukkum, þeir eru með einhverja bjórdós sem einhver göldur kramdi, þetta er einhver veitingastæður þú kaupir bjór, drekkur bjórinn, hendur hann í gölturinn kremur hann og svo bara þeir náða að fiska upp dósina sína hann að þess að Þetta er meira rugl, þetta er eiginlega sko rugglegra safn heldur í Riðasafn Íslands meira segja. Já, eiginlega, sko, þannig ég var bara þannig komin í eitthvað gull og okkar gera þessa myndum með það satt
en svo þetta komið ljós að fólki sem á safnið þeir eru fullri vinnu og með börn og höfðu ekki alveg tíma til að svona leiða mér að eyða eins miklu tíma með þeim og ég hefði þurft til að gera mynd í fullri lengd, ekki fullri lengd, korter þannig ég kom inn á einhverja málamilin og ákveður bara svona að finna fleiri söfn í Austin og bætaði minni í þetta og þetta er bara svona mynd svona söfn, hvað er safn, af hverju söfnum við hlutum hvernig á söfn þróast og eitthvað svo leiðis en þetta safn er samt svona myndi byrjar og endar á þessu safni þannig að þetta er svona hérna á Íslandi er svona tilhneiging til að kalla þetta setur já, svona setur skrimslasetrið já, einmitt, setur þetta og setur hitt sko. Þetta myndur örugglega kalla setur ef þetta voru í Íslandi drastsetrið drastsetrið, já einmitt. En það er nefnilega sko, hérna á Íslandi þá eru svo mikið af svona setrum sem að væri ekki hægt að kalla söfn því þú til og með safnar ekki selum skilur já Nei Þetta er meira svona upplýsing að gefa Ég meina, það er náttúrulega bara spurningi hvað er safn Já, þú getur samt alveg kallað það sel að safni þó að sé ekki Það er margir einmitt sem að taka þessi hugtök og blanda hann bara saman því þetta er rauninni það sama en það er bara kalla annað eins og það er nákvæmlega þessi myndi mín var svolítið bara svona, hvað er safn og skilgreining sko. Já, og það er engin einn skilgreining sko. Maður fekkar að nokkar í þessari mynd sko. Þannig að ég var ekkert endilega að komast að einhverju loka svari, bara svona ræða þetta og pæli í þessu þetta er bara skólaverkefni Þetta er þá skrýtnasta safn sem þú hefur séð Já, mögulega sko Alltaf var hann með skrýtnari, svona upp þarna með reyðursafninu og fleira sko. En var það ekki þannig að þú gerir 2 myndir af hvað var Svo ger ég leiktamynd sem sagt ánuna eftir Það var handrit sem ég skrifaði þess að fyrst önunni þá tók við námskeið í handritsgerð og þá skrifuðu nokkur stuttmyndahandrit og maður ætti að taka eittir og gera síðan mynd upp á því á vorunni Þessi mynd var bara einhver steypa hugmynd sem ég fekk fyrir lengur síðan mannætið á deiti mannæta sem býður konu að deit til sín og þú veist, er hann ástfanginn af henni eða vill hann bara borða hana, ég ætla ekki að segja ykkur allt sko, ef þið sjáðu hann einhvern tíma sko. Er þetta japanska mannætjan sem kom til Íslands? Nei. Kom til Íslands? Það var japanska mannætjan sem kom til Íslands Ég veit að hann sko, þetta var japansk mannætjan sem fór til Þýskalands og hann drap og átti einhverja hollenska konu þar sko Ég kynnti mér aðeins þessa mannættu sko þegar ég var kannski ekki beinum áhrifum á honum, ég kynnti mér hann aðeins sko þegar ég var að gera myndina og hann er mjög lúðalegur í útlitið þá hugmyndin mín var að karakterinn var frekar lúðalegur þannig ég fekk leikara sem var svona feitlaðinu með gleru En var þetta þá í einhvern svona skopstíl eða var þetta alvarlegt? Hún er spilu svona alvarleg sko en svona þú veist mér finnst þau bara hugmyndinu nógu fáraleg sko Með komedíu samt Já, það er alveg grín í þessari mynd en það er mjög svona, hvað þú segja, svona subtle það er svona, þannig að þetta er ekki eitthvað svona brjáluð naked gun komedía Það er ekki drama neitt Nei, þú veist, hún er svona, hún er spilustreit en þetta ég myndi ekki kalla þetta drama mitt þetta er meira bara svona súr svona gaman hryllingsefnir hún er verður alveg svolítið svona Það er förðulegt umfyllunarefni sko því að þetta er náttúrulega mjög ógeðslegt svona ef þú tekur þetta út í raunveruleikan Já, mér finnst þetta bara eitthvað áhvert þú veist, mannætur, þú veist, af hverju geta menn, þú veist, hvaðan kemur þetta við höfum öll, ég held að flestir séu svona forvitar að vita hvernig mann ekkert smakast en enginn myndi leggja út í það þegar maður svona einn og einn maður myndi ekki þora að borða vegna smithætti meðal annars Já, nákvæmlega, maður er samt forvitni bara, hvernig smökkust þið? Veistu það, ég er samt miklu forvitni Veistu það, ég hef eiginlega lítið pælt í þessu ég hef oft pælt í hvernig riðselnar hefur verið á bragðið Já, hvernig þórseðla eða týrunumsárus eða flugeðla hefur verið á bragðið Er kjúklingabræðið eða fiskibræð Nákvæmlega Já, þetta er athyglisvert en það er náttúrulega hægt að gera myndir allt og þú hefur svolítið gaman að taka greinilega óhefðbundin efnistök Já, mér finnst einmitt sko það mætti vera meira svona óhefðbundum mér finnst við tölum íslenska bíómyndir við gerum fullt að góða bíómyndum en eitt sem við mætti gera meira af er óhefðbunda bíómyndir Það er aðeins svo mikið að myndum svona gammalt fólk í sveitinni og unga stráka að fara til sveit að finna sjálfa sig Og augljóslega sjáum við það að þú hefur mikið áhuga að búta heimildarmyndir Já, ég er meira fyrir leiktamyndir en ég hef gaman heimildarmyndir svo lengi sem viðfangsefni er nógu áhugavert Svona hvaða íslenska mynd finnst þér hafa staðið upp úr svona á jákvæðan hátt og hver finnst þér hafa staðið upp úr á neikvæðan hátt svona kannski verið einna versta svona versta myndin upp á íslenska bíómyndin með samt alltaf bara Sódóma ég sá hana sem krakki hún er bara ógeðslega fyndin en hún er svona íslenska grínmyndin sem stendur upp úr eiginlega en svona fyrir svona myndir sem ég sá sem er aðeins eldri svona nýlegri myndir þá er mjög hrifin íslenska draumnum þetta er mynd sem kom á 2000 en er frábær ádela á eiginlega bara svona góðærið áður en góðærið svona kom eins og við þekkjum það sko. Og hún er líka svolítið bara ádela á íslenskt hugarfar einhvern veginn, hún er þannig ekki bara hrunið og hann náttúrulega þessi strákur Robert Douglas sem að gerða hana
bjó lengi held í Írlandi eða eitthvað staðar. Já, hann er hálfískur held ég. Já, pappans er Íri og sérst að hann kannski sér þetta svolítið öðrum augum heldur en þegar þú býrð á Íslandi og helst uppið þetta. Og mér finnst þessi Tóti í þessari mynd vera alveg bara, hann er svo típiskur svona einhver íslenskur svona maður sem langar til að vera businesskall sko. Já, þessi mynd hefði alltaf geta heitið Þetta reddast, en svo kom önnur mynd setna sig Já, sem var reynda mjög góð mynd. Allt í lagi sko, mér finnst Íslenski draumurinn miklu betri en svo myndir sem stendur upp úr svona neikvæðan hátt, eða við munum segja svona ekki fyrir stórkvæmslega kvikmyndagerð, líklega myndin Blóðhefnd sem að koma og fór hérna, hún var sýnd í bíóum í svona viku og fóru 50 manns á hana. Já, ok, ég sá hana ekki. Hún var gerð fyrir 3 konur á 10 ára eða eitthvað, þetta var bara einhver einn gauður sem ákvaði basically að gera íslenska Steven Seagal mynd. Hann kemur heim eftir margra ára fjarveru og drepa fjölskyldur hans, eitthvað svona gengi, þetta gengi er með stendur fyrir mannsali og eitthvað svona, svo bara hálfmyndi hann bara með kungfúsbörk að lemja það og þessi myndi gerð fyrir enga penning, þannig að allir leikararnir eru hræðilegir, hljóðið er handónýtt og þetta er bara hilaríu sko, ég hló mig matlaus. En það nefnilega að það er ákveðin svona menning í kringum það að dýrka lélegar myndir. Já. Og við báðir eiginlega myndum held ég flokkast í þennan hóp af fólki sem að getur, það er mig ekki vera lélegar á hvaða hátt sem er en svona sumt. Það er að vera einlægni sko. Já. Það er að vera sko, maður sem gerðana, hann var ekki að gera lélega mynd, hann var að gera eitthvað, hann held að vera að gera eitthvað snild. Það þarf þessa einlægni til að myndi virkilega svona. Já, ég hef líkt þessu stundum við eins og slysavídeó. Já. Að það er kannski ógeðslega fyndið þegar einhver að reyna að gera eitthvað svo dettur hann einhvern veginn og flip-floppar og einhvern veginn og leggur svona í vatni og eitthvað, þú veist, svona rosalegt. En þú getur aldrei endurtekið það því að þá ætlaðiru að, þú veist, og þá er það ekki lengur slys. Nei, og þá er ekki fyndið. Já, þannig að það er svolítið með svona myndir eins og The Room og Samurai Cop og eitthvað svona og þú getur ekki búið til framhald. Nei, Tommy Wiseau er ekki að fara að gera The Room 2, það er ekki að fara að vera sama. Nei, það er ekki hægt að gera þetta því að þú getur ekki höfð til sama hóps af því að þá ertu að reyna að gera lélega, ef þú reynir aftur að gera góða mynd þá einhvern veginn er ólíklegt að þú lendir einhvern veginn í sömu slísunum eins og svona, ég má líka þessu við mannin sem dettur fram að byggingu og þá er það fyndið. Já, nákvæmlega. Þú veist, ef hann deyr ekki en hann lendir úr slasnalega og gerir þess að fýbli einhvern veginn. Svo er endar Ed Wood kannski sem undanþending því hann gerir myndina sinna 1950 eitthvað. Já. Og þá uppgötaði fólk ekki strax og hann lifði hann svolítið bara í þessari blekkingu og hann væri bara virkilega hæfileikar ykkur og gerði alveg nokkra svona myndir. Já, það er rétt að hann náttúrulega, myndirnar hans verði ekki frægar fyrir að vera lélegar fyrir en hann er í rauninni döður. Já, rauninni ekki, eða þú veist, það voru alveg taldið lélegar á þessum tíma, hann bara sáu svo fáir þar. Já, en það verði ekki svona frægar fyrir að vera, þú veist, taldar lélegustu myndir allar tíma fyrir löngu eftir að hann er fallin frá. Já, kom alveg svona 20-30 árum eftir að þessar myndir voru gerðar, var einhver uppgötaðir og bara, hei, hvað er þetta? En þakka kærlega fyrir komin í dag, flæðiskir endar inni og komið fram með tíman. Rökkvi Íslandsson, við sjáumst í næstu viku. Jóhann Kristján D. og gestur okkar hétt Atli og heitir Atli Sigurðarsson, hann er kvikmyndagerðarmaður. Við heyrjumst í næstu viku, verið sæl.